Í þessu dæmi ætla ég að sýna ykkur tvær leiðir sem hægt er að fara ef maður ætlar að finna 25% af 788. Við ætlum að finna einhvern hluta af heild. Og við byrjum hérna á leiðinni til vinstri og þurfum að lesa úr upplýsingunum. Við ætlum að finna hlutan og stóra H-ið, sem þetta heildin, er í þessu tilfelli 788. Svo kemur sinnum hérna og við erum með P upp á striki sem stendur fyrir prósentum og við erum að vinna með 25% í þetta skipti, deilum með 100 og H-ið okkar með hlutin 788 sinnum og 25 deilt með 100 er 0,25. Þá er til hlutin okkar í lokin að vera 197. Það var í svarið okkar. Leiðin hérna til hægri, hún er örlítið öðruvísi og hún byggir á því að við ætlum að halda áfram að finna hlutan en sem byrjum við á að deila heildinni með 100 og þá horfum við í rauninni á það að 788 er 100% en við ætlum í þessu tilfelli að finna þá 1%. Við myndum þá setja þetta upp á eftirfarandi hátt. 788 sem er heildin, deilum svo með 100 og sinnum prósentin sem eru 25 og þá myndum við fá þetta svona. 788 deilt með 100 er 7,88. Það er þá 1%. Nú sinnum fjöldi prósentan sem er verið að spyrja sem 25. Og við gerum þetta svona, þá fáum við nú samt sama svar og hérna til vinstri, en þetta eru tvær leiðir sem hægt er að nota.